Við erum að byrja. Komið sæl, fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja og hann númer 1593 í röðinni, haldinn hér í Ráðhúsinu 23. mars klukkan 17. Margrét Rós Ingólfsdóttir boðaði forföll á þennan fund og hennar sæti tekur fyrsti varamaður af D-lista Rut Haraldsdóttir. Vertu velkomin. Áður en gengið eftir dagskrár vil ég bera hér upp tillögu afbrigði þess efnis að tekin verði inn á dagskrá fundargerð bæjarráðs númer 3192, en sá fundur var haldinn fyrr í dag. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja afbrigðin vinsamlegast gefi merki. Afbrigðin eru samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum og þar með dagskrá þessa fundar orðin þessi: 1. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022, fyrri umræða. 2. Umræða samgöngumál. 3. Kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. 4. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 379 þar sem liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. 5. Framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 287. Liður 3. Stórskipakantur, athuganir og rannsóknir liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Liður 4. Málefni Vestmannaeyjahafnar, starfsmannamál liggur fyrir til umræðu. Liður 6. Verðskrá, efnissala 2023 liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Liðir 1-2 og liður 5 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrá liður 6. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3190, liðir 1-10 liggja fyrir til upplýsinga. 7. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 370, liður 5, öryggi á skólalóðum liggur fyrir til umræðu, en liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. 8. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 289, liður 5, upplýsingar stöðu fjárhags aðstoðar Vestmannaeyjabæjar liggur fyrir til umræðu. Liðir 1-4 og liður 6 liggja fyrir til upplýsinga. 9. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 380, liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. 10. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3191, liður 1 liggur fyrir til upplýsinga. Og hér bætist þá við útsenda dagskrá í samræmi við það sem við vorum að ákveða, dagskrá liður 11. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3192, þar sem liðir 1-3 eru til umræðu. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, ársreikning Vestmannaeyjabæjar 2022, fyrri umræða. Og rétt að taka fram að í umræðum ársreikning gilda ákvæði fundarskapa í samþykktum stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar að hver bæjarfulltrúi má tala tvisvar við umræðuna, en ræðutíminn hins vegar ótakmarkaður. Og þá hefjum við þessa umræðu. Íris Róbesdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022 tilbúinn til endurskoðunar og hér með lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn, en fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra á ársreikningum frá því fyrr í dag. Stemt að því að taka síðari umræðum ársreikningin þann 4. maí næstkomandi. Samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. greina sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikningin á 2 fundum bæjarstjórnar. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins fyrir árið 2022 í ákvæðum rúmar 26 milljónir samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins, eða 105,9 milljónum minna en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þeir þættir sem hafa mest áhrif á samstæðuna eru neikvæðir fjármagnsliðir, lífeyrisskuldbindingar og afkoma Herjólfs ohf. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði var í ákvæðum 225 milljónir krónar samanborið við 129 milljónir árið 2021. Rekstrarniðurstaða A-hluta í heild var neikvæð tæplega 128 milljónir. Eftirfarandi liðir hafa hvað mestu áhrif á mismun milli fjárhagsáætlunar og rekstrarniðurstöðu A-hluta.
Í fyrsta lagi eru neikvæðir fjármagnsliðir upp á 140 milljónir og í öðru lagi eru lífeyrisskuldbindingar sem eru rúmlega 200 milljónir umfram áætlun á A-hlutann. Tekjur bæjarsjóðs vegna útsvars og fasteignaskatta eru 300 milljón króna hærri en áætlað var í fjárhagsáætlun. Framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga 135 milljónum hærri og aðrar tekjur samstæðu eru 417 milljónum króna hærri. Á móti kemur að launakostnaður 334 milljónum hærri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Laun í fræðslu og uppeldismálum voru 150 milljónum umfram áætlun og skýringar á hærri launakostnaði eru einkum tvíþættir. Annars vegar var ekki áætlað fyrir veikindalaunum en þau námu 130 milljónum. Stærsti hluti veikindalauna í fræðslu og uppeldismálum eða 90 milljónir. Hins vegar fór launakostnaður hjá Herjólfi umfram 105 milljónir umfram fjárhagsáætlun. Þessir þættir skýra að stórum hluta launakostnað umfram ákvörðun bæjarstjórnar. Áætlun. Jafnframt fól í sér aukin launakostnað að fjölga leikskólaplássum í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar. Aukin umsvif á höfninni kalla aukin launakostnað en tekjur aukast á móti og loks skýrast almenna launahækkanir samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna einhvern hluta hækkunarinnar. En lífeyrisskuldbindingin var rúmlega 200 milljónum umfram áætlun og annar ekstra kostnaður var 90 milljón króna hærri en gert var ráð fyrir. Rekstrarafkoma Herjólfs OHF hefur töluverð áhrif á samstæðureikning sveitarfélagsins en rekstrarhalli félagsins nam tæpum 56 milljónum. Og við snúum okkur aðeins að tekjunum. Tekjur án jöfnunarsjóðs námu tæplega 3.825 milljónum króna og var það aukning rúmlega 355 milljónum milli ára. Skatttekjur fóru tæpum 300 milljónum umfram áætlun og fyrst og fremst vegna útsvarstekna sem var 250 milljónur yfir áætlun. Tekjur sveitarfélagsins eru, eins og margoft hefur komið fram, ávallt varlega áætlaðar. Framlög úr jöfnunarsjóði námu 782 milljónum árið 2022 og jukust 108 milljónir frá fyrra ári. Framlög jöfnunarsjóðs voru 135 milljónum hærri en áætlað var og muna hvað mestu aukið jöfnunarframlag og framlag vegna fatla fólks en það eru 105 milljónir umfram það áætlun sem sjóðurinn gaf sjálfur út. En framlagið úr sjóðnum nú loksins komið á par við framlögin eins og þau voru fyrir COVID. Aðrar tekjur en skatttekjur samstæði Vestmannaeyjabæjar undanskildum millifærslum námu rúmlega 3.406 milljónum en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tekjum upp á tæplega 3.000 milljónir. Aðrar tekjur voru því rúmlega 417 milljónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Hlutfalls Herjólfs af öðrum tekjum en skatttekjum nemur rúmlega 70% eða tæplega 300 milljónum króna. Annað dreifist á marga málaflokka. Gjöld. Laun og launatengd gjöld námu rúmlega 3.850 milljónum hjá samstæðinni. Launakostnaður var 334 milljónir umfram fjárhagsáætlun 22 en farið var yfir megin skýringarnar í upphafi framsögunar. Annar ekstra kostnaður kemur ágætlega út heilt yfir, misjafnmiklt málaflokka, hvernig raunkostnaður kemur út í samanburði fjárhagsáætlun en þegar horft fram hjá millifærslum heildarkostnaður umfram áætlun rúmlega eða 3%. Gjaldfær lífeyrisskuldbinding var áætluð tæplega 309 milljónir hjá samstæðinni en samkvæmt ársreikningi nemur skuldbindingin 508,5 milljónum eða 200 milljónir umfram áætlun. Þessi mikla hækkun stafar af vísitöluhækkun lífeyrisskuldbindingar fyrir opinbera starfsmenn sem hefur hækkað 7,4% frá fyrra ári og að viðbættum 2% vöxtum. Annars fór endurskoðandi sveitafélagsins mjög vel yfir þetta í dag með fyrirbæði fulltrúa. Góð sundurliðun líka lífeyrisskuldbindingana í skýringu 14 í ársreikningi og eins og ég áður sagði var farið vel yfir breytingar og skuldbindingun í dag. Það var fjármagnsliðunum. Netto fjármagnsliði samstæðunar voru neikvæðir upp á 177 milljónir en gert hefur ráð fyrir fjármagnstekjum að upphæð 113 milljónir, til dæmis vegna verðbréfasafns Vestmannaeyjabæjar. Því niðurstaðan 290 milljón krónum lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Vaxtaumhverfi skuldabréfa afar óhagstætt á árinu 2022 og hefur áhrif á verðbréfa eignir sveitafélagsins. Lög og reglur banna sveitafélögum eiga áhættusöm verðbréf
og því hefur verðbréfasafnið alltaf sama staði að ríkisskuldabréfum og sértryggðum skuldabréfum, en hlutabréfaeign flokkast sem áhættu sem fjárfesting. Og á þessu ári var þrátt fyrir belti og axlabönd neikvæð ávöxtun á þessu safni. Helstu frávik einstakra málaflokka. Ef við byrjum á félagsþjónustunni þá heildarumfang málaflokksins tæplega 490 milljónir og hækkuðu tekjur 21 milljón á milli ára en voru 11,4 milljónir umfram áætlun, laun voru 29 milljónir umfram áætlun, annar rekstrakostnaður var 41 milljón undir áætlun. Þetta skýrir að mestu hversina málaflokkurinn 4,5% undir fjárhagsáætlun. Fræðslu og uppeldismál. Rekstrakostnaður fræðslu og uppeldismála nam 2.225 milljónum sem 155 milljón króna hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Laun fóru tæplega 150 milljónum fram úr áætlun og skiptu þarna mestu aukin launaútgjöld af fjárhæð tæplega 90 milljónir sem skýrast af veikindalaunum. Tekjur málaflokksins voru hins vegar 2,6 milljónir undir áætlun og annar rekstrakostnaður á pari og málaflokkurinn fór því í heild 158 milljónum umfram áætlun eða 8,1%. Rekstrakostnaður menningamála nam 337 milljónum og að ræða rúmar 32 milljónir yfir kostnað yfir fjárhagsáætlun. Tekjur voru hins vegar 28 milljón krónum hærri en áætlað var og því rekstrar afkoma menningamála 3,9 milljónir yfir áætlun eða 1,9%. Niðurstaða æskulís- og íþróttamála var tæplega 560 milljónir og var málaflokkurinn 15 milljónum undir áætlun eða 2,6%. Brunamál og almannavarnir rekstrarniðurstaða málaflokksins var 67,4 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 70 milljónur rúmum og málaflokkurinn því rúmum 3 milljónum undir áætlun eða 4,6%. Rekstrarniðurstaða hreinlætismála var 70,7 milljónir sem 22,5 milljónir umfram áætlun eða rúmlega 45%. Þetta skýrist enn einu sinni af auknu marki af sorplósun í Vestmannaeyjum og í hverjum einasta ársreikningi höfum við farið yfir þetta að við áætlum bara svona svipað og árið á undan en magnið aukast og þar af leiðandi eyðingin dýrari og liðurinn fer vel yfir út af því. En skipulags- og byggingamála eru 12 milljónir undir áætlun eða 9% og rekstrarniðurstaðan tæplega 121 milljón. Rekstrarniðurstaða umhverfis- og samgöngumála 156 milljónir sem 99 milljónum tæpum umfram áætlun eða 174%. Það munar að mestu viðhald gatna sem var verulegt og fór verulega fram yfir meðal annars eftir veturinn snjóþingsli og skemmtir og allavegna götum síðasta vetur og gríðalan kostnað við snjómokstur sem fór tæpum 25 milljónum fram yfir áætlun bara í lok ársins. Umhverfismálin námu 108 milljónum króna sem 36 milljónir undir áætlun eða 26,4%. Launakostnaðurinn var tæplega 18% undir áætlun og annar kostnaður 12 milljónir undir áætlun. Rekstrarniðurstaða atvinnumála var tæpar 30 milljónir eða 26 milljónum undir áætlun en það cirka tæplega 48% undir áætlun. Innan þessa málaflokks eru meðal annars átaksverkefni í tengslum við ferðamál, nýsköpun og uppbyggingu í atvinnumálum almennt og þessi niðurstaða sýnir bara allar þær fjárheimildir sem voru þar inni voru ekki nýttar. Framlög til A- og B-hlutasjóða og fyrirtækja námu tæplega 150 milljónum og það 22 milljónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og það eru framlög til þjónustumiðstöðva sem námu 114 milljónum eða 10,3 milljónum meira en áætlað var og framlög til félagslega íbúða námu tæplega 34 milljónum eða 11,8 milljónum fram yfir áætlun. Rekstrarniðurstaða sameiginlegs kostnað þar með talin rekstri bæjarskrifstofa bæjarstjórnar nam 362 milljónum sem 2% umfram fjárhagsáætlun en miðað við sömu forsendur og árið 2021. Fyrir árið 2022 gerðu endurskoðendur Vestmannaeyjabæjar breytingu á flokkun innheimtukostnaðar sem var færður sem fjármagnskostnaður og færður til og lendir þarna undir sameiginlegum kostnaði og lækkar þar af leiðandi neikvæða fjármagnsliði á móti. Búið að fjalla breytingu á lífeyrisskuldbindingum og fjármagnsliðunum
og þannig að þá ætlum ég að snúa mér að B-hluta fyrirtækjunum og það Herjólfur sem við draugum sérstaklega fram hérna og í febrúar 21 undirrituðu Vegagerðin og Vestmannaeyjabær fyrir hönd Íslenska ríkisins eða Vegagerðin fyrir hönd Íslenska ríkisins nýjan þjónustusamning þar sem var uppfærður og uppreiknaður sérstaklega varandi fjármagnsliðina samningurinn sem gerður hafði verið þarna rúma ári áður og hann gildir út til október 2023. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur alltaf hluti af samstæðu reikningi Vestmannaeyjabæjar og áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins neikvæður 55,7 milljónir og 60 milljón króna frávik frá áætlun því gert hafði verið ráð fyrir svona í kringum 3 milljón króna hagnaði. Efnahagsreikningurinn, eignir samstæðurnar í árslok 16.211 milljónir og hækkuð 2,5% á milli ára. Þar af hækkuð fasta fjármunur 9,9% eða 1175 milljónir tæpar. Alls námu fjárfestingar og framkvæmdir samstæðunar tæpum 1280 milljónum en 680 milljónir hjá A-hlutanum. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A og B námu í árslok 2020 alls 6.090 milljónum. Markvisst hefur verið unnið að því bara eins og undanfarin ár að greiða niður þessar skuldir sem eru á Vestmannaeyjabæ sem náttúrulega verið mjög góðar við lánastofnanir og í lok árs 2022 voru vaxtaberandi skuldir samstæðunar með næsta árs afborgunum 244 milljónir og fyrir samstæðina 244 og fyrir A-hlutan 45 milljónir. Aðalsjóður mun vera skuldlaus árið 2024 og Vestmannaeyjahöfn þegar orðin skuldlaus. Frá með árinu 2025 munu einu langtímaskuldir sveitarfélagsins liggja í félagslega íbúðakerfinu og stærsti hluti þeirra ber 1% vexti. Lífeyrisskuldbindingarnar náttúrulega gríðarlega miklar. Þær tæplega rúmlega 4.700 milljónir og lífeyrisskuldbindingin vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins fær sem langtímaskuld í efnahagsreikningi á grundvelli stærðfræðilega úttektar sem gerð í árslok og var gerð núna í árslok 2022 fyrir þetta ár. Reiknuð breyting á skuldbindingunum á árinu gjaldfærð í rekstrarreikningi. Skammtímaskuldir nema tæpum 816 milljónum og þyngst vega aðrar skammtímaskuldir eða 767 milljónir. Eigið fé nema rúmum 10 milljörðum. Veltufé frá rekstri í samstæðu A og B hluta var 910 milljónir eða 11,4% í hlutfalli við rekstrartekjur. Í A hluta nam hlutfallið 11,1% eða 581 miljón. Handbært fé frá rekstri nam rúmum 528 miljónum samstæðinni og handbært fé frá rekstri í A hlutanum 289 miljónum. Fjármálastjórn bæjarins fagleg og vel ígrunduð og til að mynda eru tekjur alltaf varlega áætlaðar og gjöld nokkuð nærri fjárhagsáætlun ársins. Það hefur verið viðhaft alltaf sama verklag og verið var og búið að vera viðhaft núna örugglega í 15-20 ár, allavega 15 ár, varðandi uppsetning á fjárhagsáætlun og við höfum fylgt því bara og þar eins og áður sagði tekjurnar mjög varlega áætlaðar. Rekstrarafkoma A-hluta og samstæðunar viðunandi í ljósi reiknara liða en bæjarstjórn getur ekki áætlað fyrir með nákvæmum hætti eða hagrætt fyrir. Skuldir sveitarfélagsins lágar og eiginfjárstaða góð. Skuldaviðmiðssamkvæmt reglugerð 15,5% hjá A-hluta og 18,8% hjá samstæðunni. Skuldahlutfalli hjá A-hluta lækkar á milli ára úr 121,2 niður í 114 og hjá samstæðunni fer skuldahlutfallið úr 79,4 niður í 76. Eignir sveitarfélagsins góðar og nema nú 16,2 milljörðum, þar af nema fasteignir og lóðir 13 milljónum, veitur, hafnir og gatnakerfi tæpum 2,8 og skammtíma fjárfesting nemur 1,5 milljarði rúmlega. Skammtíma fjárfestinga tilkomi vegna fjárfestingu Vestmannaeyjabæjar í verðbréfum til skammtíma ávöxtunar. Skammtíma verðbréf samanstanda verðbréfasjóðum í fjárstýringu hjá innlendum fjármálastofnunum og innlendselið með skömmum fyrirbara. Handbært fé samstæðunar var svo áður sagði 258 milljónir í lok árs. Þrátt fyrir góðan tekjugrunn sveitarfélagsins sem samanstendur á sterkum sjávarútvegi og tengdum greinum, ferðaþjónustu sem öflug og mikilli atvinnuþátttöku almennt, þarf auðvitað sína aðgát og skynsemi við ráðstöfun skattfjár Vestmannaeyinga. Mikilvægt að ríkið standi við sína skuldbindingar gagnvart sveitarfélögum og verður stór hluti af hinu pólitíska starfi framundan að verja hagsmuni Vestmannaeyja og sækja á ríkið réttláta ráðstöfun skattfjár í landinu. Einnig mikilvægt að standa vörð regluverkið í kringum jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Svo framlög til Vestmannaeyjabæjar skerðist ekki með breyttu kerfi. Rekstrakostnaður Vestmannaeyjabæjar hefur ávallt verið stillt í hóf og horft til rekstrahagræðingar þar sem við á.
Vandað verður til verka við fjárfestingar og framkvæmdir og meðal annars horft til einkafjárfestingar og atvinnuhorfa við ákvarðanir fjárfreka framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins. Blikur eru á lofti í fjármálum sveitarfélaga. Yfir 20 sveitarfélög fengu bréf með aðvörun vegna fjárhagsstöðu þeirra frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Það eru gerða miklar kröfur til þjónustu sveitarfélaga og auk þess Alþingi sífellt að leggja á sveitarfélögin aukinn kostnað í formi nýrra verkefna. Margir málaflokkar sem sveitarfélögin hafa tekið yfir frá ríkinu standa enga veginn undir sér samanber málefni fatlaðs fólks. Það er því mikilvægt að halda vel utan reksturinn svo hann geti áfram verið sjálfbær. Við skulum áfram byggja upp og vinna saman á þeim nótum sem verið hefur á undanförnum árum í gegnum áskoranir og tækifæri. Gríðarlega mikil uppbygging og jákvæðni á sér stað í Vestmannaeyjum og við horfum björtum augum til framtíðar. Tökum sameiginlegan þátt í að halda áfram uppbyggingu á öflugu og góðu samfélagi. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust les ég svofellda innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2022. Í framsögu, jafnframt gerði hún grein fyrir helstu niðurstöðum reikningsins. Nú orðið laust. Rut Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Niðurstaða ársreiknings því miður ekki til að gleðjast yfir. A-hlutin mínus og A- og B-hluti til samans rétt skriði við núlið. Ég veit ekki hvar ég á að byrja að ræða þessa sorglegu niðurstöðu sem hefur verið að þróast hér síðustu árin. Eins og við vitum ársreikningur töluleg staðreynd sem segir okkur hversu vel hefur gengið að reka sveitarfélagið. Rekstur sveitarfélagsins okkar stærsta sameiginlega áskorun og það skiptir máli að gæta aðhalds og vera hagsýn. Okkur ber að umgangast fé og eigur bæjarbúar af varfærni. Það mikið ábyrgðarhlutverk að reka heilt sveitarfélag. Tekjurnar kom frá bæjarbúum sjálfum og því mikilvægt að minna sér reglulega á að vera að meðhöndla með skattfé og eigur annara. Kjörnir fulltrúar eiga því stöðugt að leita leiða til að auka skilvirkni í rekstrinum og spyrja sig hvernig bæta megi þjónustu við íbúana án þess að því fylgi stór aukin útgjöld. Í öllu rekstri, hvort sem það að reka heimili, fyrirtæki eða sveitarfélag, þá grunnforsendan sú að tekjurnar sem aflað að þær standi undir öllum útgjöldum. Því miður ekki svo í rekstri Vestmannaeyjabæjar þessi árin. Tekjurnar standa ekki undir öllum útgjöldum og þeirri þjónustu sem veitt og hefur ekki verið síðustu 3 árin. Eins og ársreikningurinn sýnir, þá hefur halla verulega undan fæti rekstri sveitarfélagsins. Skýringin liggur ekki minnkandi tekjum. Tekjurnar hafa vaxið umtalsvert á tímabilinu sem dæmi þá má nefna að jukust tekjurnar 14% milli áranna 2020 og 2021 og 8% árinu 2022. Skýringin á lélegri rekstrarafkomu hlýtur þó að liggja í litlu aðhaldi í rekstri og auknum útgjöldum. Veltufé frá rekstri segir til getu sveitarfélagsins til þess að standast undir afborgunu lána og fjárfestingum án þess að það komi til lántöku. Ef veltufé frá rekstri stendur ekki undir fjárfestingum í rekstrarfjármunum samfellt í ykkur ár, þá sveitarfélagið ekki fjárhagslega sjálfbært. Eins og ársreikningur sýnir, þá sjáum við að síðastliðin 3 ár hefur reksturinn verið að skila mun lægra hlutfalli af veltufé frá rekstri sem skýrist á því að útgjöldin hafa verið að aukast mun meira en tekjurnar. Á sama tíma fjárfestingar að fara langt yfir það sem veltufé frá rekstri að skila. Á þetta bæði við A-hlutann og samstæðuna. Þetta kallast ekki ábyrg fjármálastjórnun. Í reglugerð fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga nr. 502 frá 2012 meðal annars fjallað ábyrgð sveitarstjórnar meginreglur og skyldu varðandi fjármálin. Segir þar meðal annars að sveitarstjórn skal sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfum eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Með þessu áframhaldi, þar sem reksturinn ekki sjálfbær, þá verður ekki hægt að uppfylla þessa lagalegu skyldu og hef ég verulegar áhyggjur af því. Í ljósi stöðunar í þjóðfélaginu og heiminum öllum síðastlið ár og það sem þessu ári, þá ennþá brýnna að sýna aðhaldi rekstri sveitarfélagsins og nauðsynlegum framkvæmdum. Það ekki að sjá að bæjarfulltrúar meirihlutans séu komnir í þá vegferð
að gæta aðhalds og hagræðingar í rekstri því nú í byrjun ársins þegar komið fjárhagslegu viðauki fyrir auknum útgjöldum að upp að 64,5 milljón sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Ekki verður hægt að ganga í peningalega sjóði til þess að sinna lögbundnum verkefnum þegar sjóðurinn verður uppurinn en þess verður ekki langt að bíða þar sem handbært fé og skammtíma fjárfestingar hafa minnkað 48% síðustu 3 ár og standa núna í 1,7 milljarði en voru árið 2019 rúmið 3,3 milljarðar. Með þessu ég ekki að segja að safna í sjóði, en það nauðsynlegt að hafa varasjóð ef hægt til þess að nota í neyð. Flestu líður nú betur með það. Það verður ekki hægt að bjóða bæjarbúum það þjónustustig sem verið hefur, framkvæma og viðhalda fasteignum þegar sjóðurinn búinn. Því tekjur þurfa að standa undir rekstri, annars reksturinn ekki sjálfbær og það vitum við öll. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri kveða sér hljóðs ársreikningin? Gjörðu svo vel. Njáll Ragnarsson ætlaði að segja fyrirgefðu. Takk fyrir það, forseti, og ágætu fundarmenn, ágæta fundarfólk, segir maður. Ársreikningurinn liggur nú fyrir og ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir góða kynningu á honum og við bæjarfulltrúar sem að hér vorum flest í hádeginu í dag á fundi bæjarráðs þar sem að endurskoðandi bæjarins fór yfir reikningin og skýringar með honum og svo framvegis. Og það eru nokkur atriði sem að mig kannski langar að nefna í þessari umræðu þennan reikning og auðvitað það sem að svona fyrst ber að nefna náttúrulega eins og allir vita, þá eru eins og kom bara fram í máli bæjarfulltrúans Ruthar Haraldsdóttir, þá eru náttúrulega erfiðir tímar í rekstri sveitarfélaga. Við erum með 10% verðbólgu, við erum með vaxtastig sem að bara mjög óeðlilegt og verður ekki viðbúið í langan tíma, þannig að það eru erfiðir tímar og niðurstaðan kannski tekur svolítið með því, rekstra niðurstaðan á A-hlutanum 128 milljónir tæpar í mínus. Það sem að maður les út úr þessu líka að við erum með samstæðuna réttu megin og það held ég bara mjög ánægilegt að það sé þannig, þó það sé vissulega, ég tekur kannski ekki alveg undir að það sé rétt fyrir ofan núllið en það er vissulega jákvæð niðurstaða á samstæðunni þó að A-hlutin sé í mínus. Ef að við skoðum bara hvað skýrir það að við séum í mínus, hvort að það sé slæmur rekstur eða hvort að það séu útgjöld sem að eru langt umfram það sem að við ættum að vera að gera eða eitthvað þjónusta sem við erum að veita allt of vel eða hvort það séu of lág gjöld fyrir veita þjónustu eða hvað þetta sem skýrir þetta. Í fyrsta lagi, og það tvennt fyrst og fremst sem að ég tek út úr A-hlutanum sem að skýrir það að hann fer niður fyrir núllið. Og það í fyrsta lagi, þá það þessar 140 milljónir í neikvæða fjármagnstekjur. Inn í þeirri tölu eru 160 milljónir, ef við skjátlast ekki, sem að neikvæð ávöxtun á sjóðum hjá Kviku. 160 milljónir. Þetta hefur, og ég tók þetta ganni saman í dag, síðan 2015 hefur sveitarfélagið fengið í fjármagnstekjur það bil 1,3 milljarða á þessu tímabili. 1,3 milljarða sem að þetta hefur skilað okkur frá 2015. Núna kemur skellurinn í þessu erfiða umhverfi og ástandi sem við erum í, að þá kemur skellurinn og það eru 160 milljón króna neikvæð ávöxtun. Í öðru lagi að þá það þessi lífeyri skuldbinding sem að ég hef aldrei alveg fyllilega skilið hvernig ég reiknuð út og ég held að skilið það enginn einhverju 2 gæjar og þar af annar þeirra sem skiluð það svona þokkalega. En þetta einhver tjekki sem við fáum, það eru vaxtahækkanir á því og það eru vísitöluhækkanir og annað sem inn í þessu. Þannig að þessi tala, hún mjög há og hluta því sem að dregur A-hluta niður. Þessi 2 atriði eru eitthvað sem að við sem hér sitjum getum ekki haft bein áhrif á. Það að segja, við getum stjórnað í hver útsvarsprósentan og hver fasteignagjöldin og við getum stjórnað
tekjunum sem við fáum nema að þetta reyndar jöfnunarsjóðstekjun sem við munum ræða hérna á eftir sem ekki síður áhyggjuefni í þessu umhverfi og með þær tillögur sem fram eru komnar. Við getum stjórnað í hversu mikil útgjöld við höfum, því getum við stjórnað, en þessi tvö atriði, það er að segja fjármagnstekjurnar og lífeyrisskuldbindingin, þetta getum við ekki haft með beinum hætti áhrif á. En þetta kemur til út af því, meðal annars, að rekstrarniðurstaðan í heildina er neikvæð. Það sem að ég les út úr A-hlutanum og svona maður reynir að setja á sig og vitandi af þessum tveimur atriðum sem ég nefndi hérna áðan, og þá reynir maður að setja á sig, ok, erum við með reksturinn algjörlega útbólginn og þaninn fyrir afskriftir, að þá vil ég vekja athygli á því að tekjur umfram gjöld eru 225 milljónir. Eftir afskriftir erum við ennþá jákvæð og það er 12 milljónir. Það er ekki fyrir en að við fáum þennan 140 milljóna króna neikvæðu ávöxtun og neikvæðu fjármagnstekjur sem að við förum niður fyrir núllið, sem er aftur eitthvað sem að við stjórnum ekki með beinum hætti. Með þessu er ég ekki að segja hins vegar að ég sé hoppandi hæð mína af kæti yfir þessum ásreiningi. Auðvitað hefði ég miklu frekar viljað að fjármagnstekjurnar væri bara einfaldlega á nulli, að við værum ekki að tapa á því að eiga fjármuni í sjóðum, en það og náttúrulega miklu frekar að við værum að fá eitthvað fyrir það að vera með peningan okkar í ávöxtun, en umhverfið er einfaldlega þannig að þetta er niðurstaða. Það þýðir samt ekki að hengja haus og mála skrattan of mikið á vegginn. Við erum með eins og ég segi, við erum með fyrir afskrifti 225 milljóna afgang af bæjarsjóði af afhlutanum og jafnvel 12 milljónir krónur eftir afskriftir eins og ég segi. Þannig að þetta er ekki allslæmt þó að maður sé að sjálfsögðu ekki mjög ægilega ánægður með þetta. Þegar það er talað um aðhald í rekstri að þá er ég alveg sammála því. Við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því og ég er sammála bæjarfulltrúanum Rut Haraldsdóttir. Við eigum alltaf að vera opin fyrir því að skoða hvar getum við gert betur. Ég held við séum öll sammála það og ég fagna öllum góðum tillögum slíkt. Takk fyrir þetta, Njáll Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og áheyrendur. Já, takk fyrir. Ég vil fá að taka undir með Njáli Ragnarssoni og þakka starfsmönnum vinnu í kringum ársreikning og bæjarstjóra yfirferðina. Ég vil kannski svona aðeins bregðast við staðreyndum í ræðu hans Njáls Ragnarssonar formanns bæjarráðs þar sem hann talar þessar neikvæðu fjármagnstekjur og talar þarna þessar 140 milljónir og hækkun á lífeyrisskuldbindingum sem hefur náttúrulega við höfum alltaf verið í þessu umhverfi að þetta er einhverjar upphæðir sem að tryggingastarfræðingar reikna út og við fáum svo einhvern bakreikning í hausinn og það hefur bara verið staðreyndin í langan tíma í rekstri þessa sveitarfélags, þannig að það er engin nýlunda. Það voru 220 milljónir. Saman eru þetta 360 milljónir, þessir tveir orsakavaldar sem að Njáll ræðir. Tekjur umfram áætlanir hjá sveitarfélaginu voru samt 420 milljónir. Þannig að mér finnst persónulega svona kannski þessi tveir orsakavaldar ekkit endilega vera tæmandi skýringar af því hvernig þetta er í þessum farvegi. Varabæjarfulltrúi Rut Haraldsdóttir kom inn á veltufé frá hlutfall veltufés og rekstri af tekjum aðalsjóðs sem hafa eins og kom fram í hennar máli farið verulega versnandi undanfarin ár og eru aftur núna eins og voru síðasta ár núna enn frekar í sögulegu lágmarki og eru núna í ár 11% og hafa ekki verið verri síðustu 15 ár. Þetta hlutfall. En hvaða máli skiptir veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum, af hverju er eitthvað verið að ræða það? Frá rekstrarniðurstöðu ársins eru dregnir reiknaðir liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi. Þar má nefna eins og bókhaldslegan söluhagnað, tap af eignasölu, reiknaðar afskriftir, verðbætur og gengismun ásamt breytingum á lífeyrisskuldbindingum.
Og þetta sýnir okkur að fjárflæði úr rekstri sveitafélagsins hefur verið að fara verulega vaxandi síðustu árin og eins og fyrir segir hlutfallslega í sögulegu hámarki. Og ef veltufé frá rekstri stendur ekki undir fjárfestingu rekstrarfjármunum, samfellt í einhver ár eins og bæjarfulltrúi Rut kom inn á, þá sveitafélagið ekki fjárhagslega sjálfbært. Og síðustu 2 árin hjá bæjarsjóði hafa verið slæm hvað varðar breytingu á þessari fjárhagsstöðu. Skýringin liggur sannarlega ekki í tekjumissi, því þær vaksa umtalsvert umfram áætlanir síðustu 2 ár. Heldur liggur skýringin í útgjöldum, bólgnum rekstri og auðvitað fjárfestingum. Handbært fé á að standa undir nauðsynlegum fjárfestingum en hefur ekki dugað til rekstursins, heldur verið gengið á sjóði sveitafélagsins og munar. Og á síðustu 2 árum hafa sjóði sveitafélagsins verið skertur 1 milljarð. Og eins og ég kom inn á áðan, neikvæðir fjármagnsliðir 140 milljónir. Það voru með þessar 420 milljónir umfram áætlanir í ár. COVID-árin 2020 og 2021, þá voru umfram tekjur yfir áætlanir 800 milljónir. Fræðslukerfið hefur vissulega þannist mikið út, enda við höfum verið að bæta verulega í þjónustuna við barnafólk og getum held í öll verið stolt af þeirri þjónustu sem við erum að veita. Inntaka að hefjast fyrr og við erum að svara mikilli þörf og eftirspurn eftir leikskólaplássum og stöndum þar framar mörgum öðrum sveitafélögum. Og við höfum verið sammála að hefja gjaldfrjálsa fyrstu 7 klukkustundir á 5 ára deild, en í því máli að þá voru einmitt fulltrúar sjálfstæðisflokksins í fræðsluráði og síðar bæjarfulltrúar í bæjarstjórn að reyna að benda á að hugsanlega væri það einum of langt gengið að ætla að fara í að fella niður fæði. Þarna höfum við held í að mínu mati gengið of langt í tekjuskerðingu sveitafélagsins. Og þetta reyndum fulltrúar sjálfstæðisflokksins að benda á. Að við hefðum ekki þurft að fara jafn skart að við hefðum getað beðið og við ræddum það einmitt á fundi fræðsluráðs þegar ákvörðun var tekin. Þetta stórt skref að fara í niðurfellingu þessa leikskólagjalda og væri ekki eðlilegra að taka það skref, bíða og sjá hvort það reynist svigrúm til þess að þá fella niður fæðið og gera það þá síðar. Þannig að þarna tel ég að hafi verið gengið of hratt fram. Vissulega ríkið að leggja ótal kostnaðarsöm verkefni á okkur. Það eru teknar laga ákvarðanir á Alþingi og reikningurinn sendur beint á sveitarstjórnir, en það auðvitað eitthvað sem öll sveitafélög að kljást við. En það sem náttúrulega nokkuð merkilegt að þessi meirhluti sem hefur oftar en einu sinni þurft að reiða sig á fjármagnstekjur til að ná saman fjárhagsáætlunum sínum aldeilis að fá það núna í bakið. Núna eru fjármagnstekjurnar ekki að skila sér, enda vaxta umhverfið verulega óhagstætt þessa myndir eins og allir hér inni þekkja vel. Þá kristallast sá boðskapur sem við bæjarfulltrúum hefur ítrekað lagt fram að tekjur verða standa undir gjöldum. Við verðum að hafa borð fyrir báru til að vera ekki að ganga á sjóði sveitafélagsins nema þegar veruleg þörf á fyrir stórar framkvæmdir eða til dæmis eins og við lentum í COVID til þess að geta forðast lántökur. Það eru ákveðin verkefni sem maður hefur einnig áhyggjur af, að það eru varðandi framkvæmdir og eftirfylgni og þau keyri ekki fram úr áætlunum og sé bara góð eftirfylgni með þeim og bara það mikilvægt að það sé allt mjög gagnsætt í hvaða verkefni verið að fara. Þannig að það liggi allt upp á borðum og mann sé ekki að lenda með einhvern háan bakreikning eftir á. Ég ætla ekki að hafa það lengra að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja leggja orð í belg? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka bæjarstjóra Íris Róbertsdóttur fyrir hennar kynningu og tek undir svo sem margt sem að bæjarfulltrúar Rut Haraldsdóttir og Njáll Ragnarsson og Hildur Sólveig Sigurðardóttir hafa verið að fara með í svona yfirferðum fjármálin. Við vorum á kynningu í dag á ársreikningnum og það kemur svo sem fram að tekjur eru góðar
en þær duga ekki til. Og auðvitað vitum við sem erum í þessum sporum að markmiðið er að veita góða þjónustu hjá bæjarfélaginu og fara vel með fjármuni. En auðvitað setur það okkur í erfiða stöðu þegar ytri aðstæður koma til. Við höfum enga stjórn á kjarasamningum, við höfum enga stjórn á verðbólgunni og við höfum enga stjórn á fjármálaumhverfinu sem að hefur dunið á okkur svo sem síðastliðið árið með neikvæðum tölum inn í ársreikning. En þá reynir einmitt á okkur sem fara með stjórnina. Það er þetta aðhald sem að okkur er tamt að tala að þar höfum við allavega, við höfum þar ákvörðunarvald fjárhaginn, hvernig fer og talandi utanaðkomandi aðstæður þá er svo sem rétt að bæta við jöfnunarsjónum sem er farin að boða á Alþingi lækkanir á framlögum til okkar sem að við þurfum nú aldeilis að berjast á móti með öllum ráðum því að við megum ekki við því að fá minna framlag út úr jöfnunarsjóðu sem við erum að setja inn í þó við fáum sennilega aldrei alla þá peninga sem við setjum inn í jöfnunarsjóðu en nú er verið að boða mikla lækkanir á því fjárframlagi. En mér leiðist nú ekki þegar við tölum hvað er mikilvægt líka þó við erum að tala aðhald að það er líka að þegar við tökum ákvarðanir, stórar ákvarðanir, þá munu þær koma við ársreikninga næstu ára og til framtíðar og þá get ég ekki annað en talað þá þegar að mínu mati var tekin svo vitlausa ákvörðun að fara með alla stjórnsýsluna á 2 staði í Vestmannaeyjabæ eða jafnvel 3 eins og þetta var en 2 núna í Ráðhúsið og Íslandsbankahúsið í staðinn fyrir að fara á 3. hæðina í Fiskiðina sem að ég hefði talið og er nokkurn veginn vissum að við höfum spara okkur fjármuni okkur einasta ári til framtíðar í rekstri stjórnsýslunar. En þetta er svona til þess að bæta við að það er ekki bara ársreksturinn sem skiptir máli, það er ákvarðanir okkar til framtíðar. Og þá getur maður bent á hvað mikilvægt er að verkefnið við Hamarsskóla sem er að fara af stað núna verði vel undirbúið og klárað á skynsamlegan hátt með tilliti til reksturs bæjarfélagsins til framtíðar. Aðhald krefst úttals og oftast fær fólk ekki klapp á baki þegar ráðdeild er sýnd. En vonandi tekst okkur að rétta fjárhaginn af á næstu árum með góðum rekstri og við í minnihlutanum erum tilbúin að leggjast á sveif með meirihlutanum í þeirri vinnu. Og við erum með, glemdi bara tölvunni, Ógun sem var að tala með þessum. Á þessar yfirferð ársreikning og bókunin er þá hér með styrk fjárhagsstaða bæjarsjóðs Vestmannaeyja hefur veikst mikið síðustu árin. Undanfarin ár hefur verið gengið á sjóði sveitafélagsins tæp 50% og horfir fram á að þeir klárist að fullu með næstu stóru framkvæmdum og lántökur því yfirvofandi. Þó tekjur hafi verið góðar og verulega umfram áætlanir þá duga þær ekki þar sem A-hluta er skilað með 128 milljón króna tapi. Rekstur bæjarsjóðs stefnir í að verða ekki fjárhagslega sjálfbær sem er mikið áhyggjuefni. Nauðsynlegt er að meirihlutinn gæti meira aðhalds í rekstri en raun hefur verið hingað til og undir þetta skrifa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Eyþór. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bara svona aðeins til þess að bregðast við ræðu bæjarfulltrúar Hildar Sólveigar Sigurðardóttur hérna á hana þá er auðvitað greinilegt að menn lesa þennan ársreikning mjög misjafnlega eftir því hvort að hvar þeir eru í flokki og annað og það er nú bara pólitík og allt í góðu með það. Bæjarfulltrúinn lýsti því hér áðan að tekjur yrðu að standa undir gjöldum og þær gera það.
þær eru 225 miljón krónum hærri en gjöldin. Afskriftirnar eftir afskriftir eru það 12 miljón krónum hærri. Eigum við sem erum að búa til fjárhagsáætlun hér og förum í það í haust, eigum við að reikna með 150 miljón króna neikvæðri ávöxtun á sjóðunum okkar í fjárhagsáætlun. Ef við viljum gera það er það bara pólitísk ákvörðun. Við skulum þá bara reikna með að það verði 150 miljón króna tap á sjóðunum hjá okkur. Og þá bara bregðust við því, skerum niður á útgjaldahliðinni og beitum ykkur bröðum. Það er alveg hægt að gera það. Veltufé frá rekstri er 581 miljón. Og ég held, burt sér frá því hvernig A-hlutin kemur út núna, og eins og ég ítreka sem ég sagði þetta á, ég er ekki að hoppa hæð mín af ánægju með það að við séum með A-hlutan í mínus, þegar að þessi þættir sem að skýra þetta eru teknir þar inn. Ég held að þeir sem að lesa þennan ársreikning frá A til Ö átti sig á því að fjárhagsleg staða sveitafélagsins, hún er ekki slæm. Hún er mjög góð. Við erum með 100 og eitthvað milljónir í neikvæða ávöxtun vegna þess að við eigum peninga og fjármuni í þessum sjóðum. Við værum ekki með neikvæða ávöxtun ef að við ættum ekki þessa fjármuni. Það er nokkuð ljóst. Þannig að ársreikningurinn sýnir sterka stöðu sveitafélagsins og þetta lántökuhjal er náttúrulega orðið þreytt vegna þess að við erum ekki búin að fara í neina nýja lántökur og þá horfir ekki að við förum í neina nýja lántökur enda er skuldahlutfall Vestmannaeyjabæjar umtalsvert betra heldur en hjá flestum öðrum sveitafélögum. Og það eru mörg önnur sveitafélög sem eru í miklu meiri vandræðum í erfiðu rekstrarumhverfi í dag. Þannig að ég held að við getum alveg verið sátt við það að þegar á heildinni litið þá erum við með sterka stöðu þessa sveitafélags. Takk fyrir þetta Njáll. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara að þakka því bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna upp og rætt ársreikningin. Það er bara ánægilegt að fólk setur sig inn í þetta og það er náttúrulega alveg ljóst að það er svona misjafnt hvernig fólk horfir á ársreikningin en það er alveg sama hvað hefur verið sagt hér og það kom nú bara fram í máli endurskoðendana í dag að staða sveitafélagsins er ekki slæm. Það er algjörlega ljóst, staða sveitafélagsins er sterk en það er samt allt í lagi að við sem komum hérna upp gætum hérna sanngirnis, tölum ekki bara að það sé svo rosalega hækkun á tekjum þegar farið var yfir það hér í framsögunni að veikindalaun það er ekki áætlað fyrir þeim. Við tökum venjulega, það talaði að launakostnaðurinn hafi hækkað, það var farið nákvæmlega ofan í það hvernig samsetningin á því var og það væri líka bara gott vegna þess í ljósi þess að það reyndar ekki eitt bæjarfulltrú sem setur fundin hér í dag. Bæjarstjórn var algjörlega samstíga fjárfestingar þessa árs. Þær eru yfir handbæru fé sem nota var til grundvallar. En það hefur verið hérna ákveðin reikniregla sem er nú búin að vera, sem ég bjó ekki til og var til hérna. Það sem við horfum til ákveðna talna í ársreikningi og 85% af því er sett inn í fjárfestingar. En ég hérna er pínu hissa þegar það er ekki talað launakostnaðinn og hækkun kjarasamninga og veikindalaun í sama orðið þegar verið að tala hækkaða tekjur. Gjöldin hafa svolítið hækkað í takt og ef við tökum sérstaklega eins og varandi grunnskólana þar sem við fóru í áðan. Það er klárlega að hækka, það var tekin ákvörðun það að eins og bæjarfulltrú Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom inn á varðandi það að við vildum auka þjónustuna við barnafólk í leikskólaplásum. Þá er það ekki fæðiskostnaðurinn sem er að fara með tölurnar þarna, nei, en það er líka bara rosa gott að við erum öll sammála það að það eru blikur á lofti. Við erum öll sammála það að við þurfum að passa okkur og við munum sjá það þegar sveitarfélög munu birta ársreikninga sína og við tökum seinni umræðuna að ársreikningurinn okkar, við erum bara í frekar öfundsverðri stöðu að vera ekki komin með reksturinn ósjálfbæran þegar við tölum tekjur og gjöld vegna þess að það er þangað sem sveitarfélög eru að stefna
og þá er ekki að því það sé svo rosalega mikil fita allstaðar sko. Það er bara bæði þjónustukrafan sem er uppi í dag og þau verkefni sem er settur á okkur og bíðiði bara. Næsta verður það að málaflokkur aldraðra verður settur á sveitafélagið án þess að nægt fjármagn fylgi. Það eru líka að verða breytingar. Menntamálaráðherra hefur boðað breytingar varðandi leik- og grunnskóla, sko. Það er að koma breytinga þar inn. Það er mikið talað það að leikskólinn verði fyrsta skólastigið raunverulega. Það er fyrsta skólastigið í dag, en ekki skylda. Það eru fullt af hlutum sem við þurfum algjörlega að standa í lappirnar með. Og ég held að það væri bara frábært að við myndum bara svona taka þetta saman eins og við gerðum. Við reyndum að vinna fjárhagsáætlunina saman og við ættum kannski bara að taka það skrefinu lengra. Það voru engar tillögur niðurskurð, annað en það var talað þegar vorum að ræða fæðið, að það hefur komið, en ef það er eitthvað sem við getum gert, þá er það sjálfsagt að við setjumst niður og skoðum það. Það er bara eðlilegt. En það eru blikur á lofti eins og ég sagði í framsögunni hérna áðan. Það er algjörlega klárt. En staðan er samt ekki þannig að því það var talað að líka komið hérna inn á lífeyrisskuldbindinguna og ég tók hana bara ganni svolítið langt tilbaka, miðað hana við áætlanir og miðað hana við svo raun í ársreikningi og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem er tölverð sveifla. Það hefur nú verið mjög lengi og alveg upp í 300 milljónir sko. Þannig að þetta er liður sem við ráðum ekki við og við getum ekki gert ráð fyrir öðrum inn í þessa skuldbindingu en það sem fjármálastjórinn leggur til. Ég set ekki puttan upp í lofti að setja tölun inn. Það er fjármálastjórinn sem kemur með skuldbindingatöluna inn í fjárhagsáætlunargerðina. Miðað við þær forsendur sem hann hefur. En svo verða oft breytingar. Og við höfum, og það er ekki rétt sem kom fram hérna, að það sé alltaf hækkun, það hefur komið til lækkun. Og það held ég að allavega einn bæjarfulltrúi kannist við í gegnum tíðina. Það hefur komið lækkun á skuldbindingunni. Og meiri sé að núna eftir að ég kom, 1 árið hefur verið lækkun, minnir að vera 2019. Það var lækkun á skuldbindingunni, ekki hækkun. En svo hefur við lent í rosalegum hækkunum. Þannig auðvitað þetta er erfið stærð, bæði þetta og svo auðvitað það að segja það hérna að við höfum treyst á fjármagnsliðina. Sko, ég held að enginn, þegar við gerum fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið 2022, hafi gert ráð fyrir því að þar færi eignasafnið okkar að kosta okkur. Bara enginn gert ráð fyrir því. Og að því hér var talað að það væri búið að ganga á sjóðina, já ef við hefum verið með sjóðin í 3 milljónum, þá getið þið sjálf reikna hvað tapið væri á fjármagnsliðunum þá. Þannig ég held að það sé bara mjög gott að við séum komin hérna með kjarnan og slökkustöð í staðinn. En við þurfum að gæta okkar og það eru blikur á lofti og ég tek algjörlega undir það og það er bara sameiginlegt verkefni okkar að halda utan um það. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Fleiri sem vilja kveða þessi ljós, Eyþór fyrst. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Langar svona bara aðeins að svona í framhaldi af ræðu bæjarfulltrúa Njáls Ragnarssonar þá talaði hann að tekjur þurfa að standa undir gjöldum. Það er alveg rétt. En tekjur þurfa bara að standa undir gjöldum og framtíða fjárfestingum. Kannski var hann sagt að ykkur staðar í ræðinu en það kom ykkur staðar fram svona að vantaði þetta. Og það sem að maður kannski það sem að maður er bara með áhyggjur af og ég heyri alveg að þið eruð að skynja þessa blikur á lofti líka að sjóðirnir hafa minnkað og ef þeir hefðu ekki verið til staðar eftir gjöful ár hérna ykkur tíman fyrir nokkrum árum og þegar við eignuðumst þessa sjóði og eruðu mikla fjármagnstekjur. Segjum bara að fyrir 5 árum hefði ekki verið til neitt í sjóðum. Þá væru við þá er maður að segja bara sko hver væri staðan þá? Við erum búin að ganga á sjóði og fjárfesta í innviðum. Við erum ekki búin að eyða í rekstur en það sem við erum að tala að þetta stefnir í það að við erum að klára sjóðina með byggingu Hammarskóla sem við erum öll sammála að við sem að fara í en þegar að sjóðurinn klárast þá þurfum við að láta tekjurnar duga fyrir fjárfestingum til framtíðar.
nema þá að fara í lántökur en ég myndi svona það gerum við ekki nema í neyð en það þetta sem ég vildi koma á framfæri. Takk. Takk fyrir þetta, Þór Rut Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara aðeins að nefna það sem að Njáll kom inn á áðan með A-hlutann veltufjárrekstri, það er alveg rétt hjá honum að það var 581.488.000 og sem notast þá til fjárfestingar hugsaði náttúrulega til þess eða það sem þarf að gera en fjárfestingarnar í rekstrarfjármunum voru 679, tæplega 680 milljónir sem er 116% eða 117% að veltu frá rekstri og það náttúrulega gengur ekki upp til lengdar. Það er þetta sem ég var að tala um áðan sko. Þetta er gott að hafa tæplega 600 milljónir en þá getur maður ekki eitt bara 700. Það er bara það, ég vil bara koma inn á það. Takk fyrir þetta, Rut. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Jóna, Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þakka Íris Róbersdóttur bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og starfsfólki sviðsins og öllum fyrir þá mikla vinnu sem að baki. Við erum með til samþykktar ársreikning til fyrri umræðu sem vel ásættanlegur. Rekstur bæjarins sjálfbær þar sem tekjur hærri en gjöld sem þó hægt að gleðjast yfir á tímum sem þessum. Rekstrarumhverfi sveitarfélaga erfitt og ríkið með síauknar kröfur á sveitarfélag en fjárframlög hafa ekki verið að fylgja þessum auknum kröfum og hafa því ekki verið að duga. Vaxtarumhverfi skuldabréfa hefur verið óhagstætt og haft þar að leiðandi áhrif á sjóði sveitarfélagsins. En einnig eru lífeyrisskuldbindingar stór óvissuþáttur í rekstri sveitarfélagsins. Þrátt fyrir þetta þá getum við verið ánægð með niðurstöðu samstæðuna og sterka stöðu sveitarfélagsins þrátt fyrir að bæjarfulltrúar minnihlutans haldi öðru fram. Ég ætla að fá að lesa bókun með leyfi forseta. Rekstrarniðurstaða, þetta er sérst bókun frá E&H-lista. Rekstrarniðurstaða Vestmannaeyjabæjar vel ásættanleg. Niðurstaða samstæðu bæjarins A- og B-hluta jákvæð rúma 26 milljónir króna. 2 þættir skýra 127 milljónir króna neikvæða afkomu A-hlutans, annars vegar gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindinga og neikvæð ávöxtur verðbréfasafns bæjarins hins vegar. Þó ánægjulegt að fyrir afskriftir og fjármagnsliði var rekstrarafkoma A-hluta bæjarsjóðs jákvæð 225 milljónir króna sem sýnir að rekstur bæjarins sé sjálfbær í erfiðu rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Ánægjulegt að fjárfestingar bæjarins hafa aukist á árinu og þær hafi allar verið fjármagnaðar af eigin fé þannig að ekki hefur komið til lántöku. Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að því að greiða niður skuldir bæjarsjóðs sem gerir að verkum að skuldastaða bæjarins töluvert betri en flestra annarra sveitarfélaga. Það sem hefur áhrif á samstæðureikning bæjarins eru stórir óvissuþættir svo sem breytingar á lífeyrisskuldbindingum, vaxtaumhverfi og kostnaðarsöm slipptaka Herjólfs sem ekki var fyrir séð. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem vel í stakk búið að standa undir framtíðar uppbyggingu. Fjármálastjórnun bæjarins fagleg, vel ígrunduð og framtíðarhorfur samfélagsins bjartar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna Sigríður. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Ef ekki vil ég með leyfi varaforseta. Gjörðu svo vel, Gísli. Bara örstutt með leyfi forseta, ágætu bæjarfulltrúar og þið öll sem að hér eru og að fylgjast með. Þakka kærlega eins og rétt að gera fyrir bara flotta vinnu hjá sviðinu og bæjarstjóra og góða yfirferð í honum. Það eitt svona sem að ég held svona sem að ég tek svona sérstaklega eftir í þessu og það
það í grunninn það að ég hef ágjör af því og það fleiri hafa ágjör af því í öðrum sveitarfélögum að tískuorð eins og sjálfbærni sé eitthvað sem við erum að nota því við erum náttúrulega og verðum aldrei sjálfbær því við erum alltaf háð atvinnulífinu og hvernig vegnar þar og við erum líka háð eins og akkurat núna verðbólgunni og eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir kom vel inn á hérna gæluverkefnum ríkisins og hverju þau vilja demba okkur sem þau ráða ekki við sjálf. Og þar af leiðandi ennþá mikilvægara að sýna aðhald á næstu árum og ég finn þá og ég mjög ánægður að heyra það að við erum öll svona frekar erum svona kveikja á því að það er klálega það sem við þurfum að fara að huga að veita ákveð aðhald og við þurfum að þora að hugsa lengra fram í tíman þó að það sé kannski ekki eðli stjórnmálana endilega að gera það enda fáum við bara umboð í 4 ár í einu en að samaskapi þá held ég að upp á afkomu framtíðarinnar þá sé það mjög mikilvægt. Takk. Takk fyrir þetta Gísli. Vilja fleiri kveða sér hljós þetta mál? Það veitt í 5 mínútur. Sendu bara okkur þá líka. Já.
Fundi er framhaldið í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Orðið er ennþá laust. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, Fundurinn er í gangi. forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta eru búið að vera áhugaverðar umræður hérna og ég bara í rauninni ánægilegt að heyra eins og kom fram í fyrstu ræðu bæjarfulltrúar Njáls Ragnarsson að hann væri auðvitað ekki toppandi kátur með alhlutan í núlli eða ekki núlli í mínus og og erum við klárlega sammála því og ég er full að trúa því að við öll sem sitjum hér viljum bregðast við því. En auðvitað, eins og kom fram í ræðu bæjarfulltrúar Njáls Ragnarssonar að hann var að spyrja sig hvort að við ættum að vera bara að gera ráð fyrir einhverjum svona óvæntum útspilum eins og einhverjum auknum 100 milljónum og við gerum það vissulega að ákveðnum hætti með þessum varfærnislega reiknuðu tekjum. Það eru auðvitað í rauninu okkar tól til þess að hafa borð fyrir báru og þetta svigrúm og þess vegna er það mjög leitt að þessar 420 milljónir sem við erum að fá umfram séu ekki að ná að skila okkur yfir núllinu. Já, ég heyri líka í ræðu bæjarfulltrúar Njáls Ragnarssonar að honum formanni bæjarráðs svona liggur við að þessir peningar séu svolítið bara fyrir honum. Þeir eru að skapa honum fjármagnsgjöld, það sé nú bara eitthvað vesinn og bæjarstjóri liggur við talaði þannig líka að við ættum bara nú að vera þakklátt fyrir að ekki 3 milljarða en að því að hvernig staðan væri þá en auðvitað og það er líka ósanngjarnt að því að bæjarstjóri Íris Óbesdóttir tekur það oft fram að við séum ósanngjörn í ræðum okkar en það er líka ósanngjarnt að tala það að við höfum ekki viljað hafa fjárfesta í þessari slökkvistöð eða við höfum ekki viljað fjárfesta í þeim framkvæmdum sem hefur verið farið í. Það höfum við klárlega viljað og við höfum alltaf viljað fara sérstaklega eins og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson kom inn á, fara í fjárfestingar þar sem við náum fram einhverju rekstrarhagræðingu. Og það er þegar við erum að vanda vel til framtíðar ákvörðunartöku og þá erum við að gera vel þar. Já, þannig að það er bara ekki sanngjarnt að bæjarstjóra láti það skína að við höfum ekki verið sammála þeim um þessa framkvæmdir og hefum frekar vilja eiga peninga á bók. Það er bara ekki rétt. Krafan af okkar hálfu hefur verið hins vegar sú að reyna að viðhalda peningalegum eignum til þess og reyna að hafa reksturinn þannig að við séum ekki að þurfa að ganga mjög djúpt í þessa sjóði. Ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta eftirfarandi bókun. Hún er svohljóðandi. Undirritið eru ekki sammála því að rekstur bæjarins sé sjálfbær eins og fram kemur í bókun meirihluta þar sem niðurstaða A-hluta sínar tekjur duga ekki fyrir gjöldum og fjárfestingum. Mjög kostnaðarsama framkvæmdir framundan og vandséð hvernig núverandi sjóðir eigi að standa undir þeim. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að gera eitthvað sem ég held ég hafi ekki gert áður á þeim árum sem ég hef verið í bæjarstjórn, að það er að bera mér sakir. Ég veit ekki hvernig ósköpunum hægt er að fara út í það að halda því hér fram að ég hafi verið að tala um það eða haldið því fram eða sagt það eða íað að því eða hvað sem er að fjármagn sem við eigum í sjóðum sé fyrir mér og ég vildi bara losna við það. Hvers konar bull er þetta? Getum við please bara verið pínu sanngjarn í þessari umræðu? Takk fyrir þetta. Orðið er laust en þá undir þessum lið. Íris Óbesdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir talaði að tekjurnar væri 420 milljónum yfir áætlun. Það er alltaf rosa gott að taka samt
tillit til þess að inn í því að þú talar samstæðin Herjólfur sko, þannig það aðeins að huga því og þegar jöfnunarsjóðurinn með aukna tekjur það út af framlaginu til að bæta upp fyrir fatlaða, þannig ef við horfum á þess að 250 milljónir sem aukið útsvar, það sanngjarnt að það getur við áætla fyrir og græjað, en svo finnst mér alltaf, sko þú getur ekki bara hort á aðra hliðina, þetta og að því að bæjarfulltrúi var tíð rætt það að ég var að segja væri ósanngjörn, skal bara nota annað orð. Það skýrara ef þú segir báðum megin frá. Þú veist, af hverju eru þá launin að hækka, hvað að gerast, af hverju eru kostnaðurinn að fara upp og tekjurnar að fara upp og hvernig skiptingin á því. En mér finnst líka, sko, að því það var nú ég að því líka að þetta væri bara eiginlega fyrir mér líka þessi sjóðir og ég eiginlega bara eigum ekki að vera á aðeins betri stað. Eigum ekki bara að segja það að þetta sé ekki smekklegt, að halda því fram að sjóðir sveitafélagsins séu fyrir einhverjum bæjarfulltrúum. Það svona, mér finnst það aðeins of, en það sem ég sagði áðan, klárlega var það að í ljósi árferðisins, ef að sjóðurinn hefði verið það sem hann var, yfir 3 milljarðar, þá hefði hann haft enn meiri áhrif á sjóðun, það bara staðreind. En ég vill allavega bara, ég held að það ekki verið neitt annað sem ég ætla að koma á framfæri. Nei, takk. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Orðið laust ennþá. Það fer nú að sneiðast reyndar, þið munið takmarkunina, það má tala tvisvar í þessari umræðu. Með leyfi varaforseta þá vildi ég aðeins leggja hér stuttlega orð í belg. Ég svo sem ætla ekki að kvarta undan framsetningu þeirra bæjarfulltrúa í minnihluta sem hér hafa komið upp og sagt sína skoðun á þessum ársreikningi. Ég heldur ekki eins óánægður með þennan ársreikning eins og virðulegu formaður bæjarráðs. Svona lýsti ekki allt of mikið ánægju, sagðist ekki vera hoppandi glaður með þetta. Ég aftur á móti býsna glaður með þennan ársreikning og það beinlínis röng framsetning að segja að þetta sé ekki, að þetta beri vottum að rekstur sé ekki sjálfbær, að þetta sé léleg rekstrarafkoma hjá bænum og að tekjur standi ekki undir rekstri. Ég vil til dæmis, mér finnst athyglisvert í þessu samhengi og til samanburðar að segja það að rekstrar niðurstaða A-hluta bæjarsjóðs á árinu 2022 af frátöldum fjármagnsliðum og afskriftum var betri en öll árin 2014, 2015, 2016 og 2017. Og þá voru aðrir sem réðu ferðinni hér í rekstri bæjarins. Rekstrarniðurstaðan var betri en öll þessi ár. En ég hef svo sem líka skilning á því að það má alveg til sanns vegar færa að það, minnst að kosti mætti alveg rökstyðja það að það væri einhvers konar skylda fulltrúa minnihlutans að reyna að finna veikleika í þessum ársreikningum og þessari rekstrarniðurstöðu bæjarins og hef skilning á því þótt ég hafi ekki sama skilning á því hvernig þeir túlka þetta. Því að það alveg sama hvernig þessu velt og snúið að þá þetta býsna góð rekstrarniðurstaða og eins og hefur verið bent á hér að þá hefði ávöxtun á sjóðum bæjarins ekki þurft að vera nema 0 til þess að færa heildarniðurstöðuna með fjármagni og afskriftum á A-hluta bæjarsjóðs í plús. Það hefði ekki þurft neina ávöxtun á sjóðum bæjarins til þess að færa þetta, bara hún yrði ekki neikvæð. Þannig að ég held að öllu samanteknu að þá getum við verið býsna ánægð með það sem við höfum hér fyrir framan okkur. Og ég vil svo ljúka máli mínu með því að lesa eftirfarandi bókun fyrir hönd okkar, EOH-lista. Bókun Sjálfstæðisflokksins ráðstöfun fjármagns úr verðbréfasjóðum bæjarins villandi.
Þegar verið að innleysa fjármagn úr sjóðum bæjarins það gert til að kosta framkvæmdir eins og til dæmis slökkvistöð. Vissulega búið að innleysa fjármagn úr sjóðunum en þeir hafa aldrei farið í rekstur, heldur farið í fjárfestingar, líkt og glögglega kemur fram í ársreikningnum. Hér lýkur þessari bókun og rétt í framhaldi af þessu að undirstrika það að hvorki hefur þurft að taka lán né að ganga á sjóði bæjarins til að standa undir rekstri hans einfaldlega vegna þess að tekjurnar hafa gert meira en það. Þetta læt ég duga. Takk. Orðið laust aftur fyrir þá sem á annar borð með að tala oftar í þessari umræðu. Það líklega bara fáir. Þá Já. Og þá ætla ég að lesa hér upp samkvæmt öllum samþykktum og reglum lykiltölur úr ársreikningi. A. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2022, afkoma fyrir fjármagnsliði, jákvæð 12.390.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins í heild neikvæð 127.927.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 13.512.930.000. Eigið fé 7.492.538.000. Samstæða Vestmannaeyjabæjar afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 204.100.000. Rekstrarafkoma ársins jákvæð 26.250.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 16.211.085.000. Eigið fé 10.121.318.000. B. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði krónur 155.842.000. Rekstrarafkoma ársins 170.268.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 2.408.732.000. Eigið fé 2.193.695.000. Ársreikningur C. Ársreikningur félagslegra íbúða 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði 20.080.000. Rekstrarafkoma ársins krónur 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 910.938.000 krónur. Eigið fé neikvætt 50.568.000. D. Ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði krónur 71.971.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins 41.787.000 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings 711.025.000 krónur. Eigið fé 411.042.000 krónur. Ársreikningur, þá kemur liður E. Ársreikningur Vatnsveitu 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði krónur 0. Rekstrarafkoma ársins krónur 0. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 336 milljónir. Eigið fé krónur 0. F. Ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs OHF 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 57.008.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins neikvæð krónur 55.731.000 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 332.774.000 krónur. Eigið fé 200.820.000 krónur. Ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði 824.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins 824.000. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 27.825.000. Eigið fé krónur 26.763.000. Ársreikningur Eigló eignarhaldsfélag EHF.
2022. Afkoma fyrir fjármagnsliði krónu 0, rekstrarafkoma ársins neikvæð 2.971.000, niðurstaða efnahagsreiknings krónur 327.309.000, eigið fé neikvætt 2.471.000. Að þessu sögðu þá ber ég hér með upp tillögu að vísa ársreikningi Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans fyrir það árið 2022 til síðari umræðu í bæjarstjórn og til endurskoðunar. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta gjöru svo vel að gefa merki. Og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tökum við fyrir dagskráðlið 2 á þessum fundi sem umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vildi bara koma aðeins upp og taka aðeins stöðuna á Landeyjahöfn og fluginu. Staðan þannig að Álfsnesið hefur lokið dýpkun, þessari vetradýpkun sem var núna í gangi og við erum svo virkilega vörfið með skertri áætlun í Þorlákshöfn í Landeyjahöfn og margar siglingar í Þorlákshöfn. En staðan núna þannig að þeir telja sig vera búnir samkvæmt vegagerðinni að hreinsa höfnina nógu mikið til þess að hægt sé að þeir geti farið í önnur verkefni, meðal annars eru þeir að fara í 2 vikna verkefni, held ég bara fyrir vestan, við hefum nú góða minninga þaðan. En allavega þá staðan þannig að það komið nægt dýpi og höfnin á verið þannig að hún truflar ekki siglingar til Landeyjahafnar, en það algjörlega ljóst og ég fæ það reglulega staðfest frá vegagerðinni, ef eitthvað ber út af þá mun skipið koma, en annars kemur það öllum líkindum í maí, júní og tekur svona skveringu fyrir sumarið. En allavega þeir telja það að það hafi lokið vinnunni í þetta skiptið, en varðandi flugið, að þá eins og þið vitið hér að þá var gerði innviðaráðandi samning við flugfélagið Erni að fljúga hér svo kallað lágmarksflug meðan samgöngur í Landeyjahöfn væri ekki tryggar. Og sá samningur á að renna út núna 31. mars. Ég sendi ósk á ráðuneytið það að samningnum yrði framlengt. Það eru framlenginga ákvæði 2 vikur í honum og ég fékk það staðfest í dag að það búa framlengja honum 2 vikur og ég hef þegar óskað eftir áframhaldandi framlengingu, en það verður tekið eftir páska. Þannig eins og staðan núna þá þetta minnstakosti fram í miðjan apríl. En staðan á ríkisstyrktarfluginu bara á sama stað. Það nánast komið í vegagerðinni, en þá kemur til kasta okkar. Það gríðarlegu niðurskurður í gangi í fjármálaáætlun allstaðar og fjármagnið ekki tryggt, þó að það hafi verið talað það í fjármálaáætlun að fara í ríkisstyrkflug, en þá kemur það okkur og okkar fólki á Alþingi að ganga á eftir því að hér getum við farið í ríkisstyrkflug. En það ánægjulegt að segja að þetta búið að vera, notkun á fluginu búið að vera 65% í janúar, það var tæp 70% í febrúar og það sem af mars 65%. Þannig það mjög góð nýting á fluginu. En ég vildi bara upplýsa þetta. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust les ég svofellda innbókun varðandi þetta mál. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir stöðu dýpkunar í Landeyjahöfn. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni hefur gengið vel að dýpka höfnina undanfarna daga og vikur. Gert ráð fyrir Álfsnesið, dýpkunarskip Björgunar fari í önnur verkefni næstu vikur, en að sjálfsögðu til taks ef þörf reynist á. Jafnframt upplýsti bæjarstjóri að hún hefði óskað eftir því við innviðaráðuneytið að framlengja samning lágmarksflug sem að renna út næstu mánaðamót og hefur ráðuneytið samþykkt að framlengja hann 2 vikur. Orðið laust þennan dagskrárlið ef einhver vill leggja orð í belg. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós. Þar með þessum dagskrárlið lokið og við tökum fyrir 3. dagskrármálið sem kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Samkvæmt 1. tölulið D-liðar 42. greinar samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp bæjarstjórnar númer 991
2020. Skipar bæjarstjórn, aðal- og varastjórn Herjólfs OHF. Fyrir liggur tillaga að skipa eftirtalda einstaklinga í stjórn Herjólfs. Aðalmenn Páll Skeving, formaður, Guðlaugur Friðþórsson, Agnes Einarsdóttir, Helga Kristín Kolbeins og Sigurbergur Ármannsson. Og varamenn Rannveig Ísfjörð og Sæjun Magnúsdóttir. Orðið laust þennan lið. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu, þessari skipanmála, gefi merki. Og þetta samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Jafnframt þarf bæjarstjórn að skipa stjórn Eyglóar EHF sem er einkahlutafélagi í eigu Vestmannaeyjabæjar og lagningu ljósleiðara í Vestmannaeyjum. Fyrir liggur tillaga að skipa eftirtalda einstaklinga í stjórn Eyglóar EHF. Aðalmenn Njáll Ragnarsson, Páll Magnússon og Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Varamenn Helga Jóhanna Harðardóttir, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Eyþór Harðarsson. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu gjöru svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Samkvæmt fyrsta tölulið B-liðar 42. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar númer 991/2020 eru kosnir 5 aðalfulltrúar og 5 til vara í fjölskyldu- og tómstundaráð og formaður kosinn sérstaklega. Hildur Rún Róbertsdóttir hefur óskað eftir að láta af formennsku í fjölskyldu- og tómstundaráði en mun sitja áfram í ráðinu. Fyrir liggur tillaga að í hennar stað verði Helga Jóhanna Harðardóttir formaður. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Varst að kveða hljóðs tillöguna? Það datt eitt orð út tímabundið. Tímabundið. Ég les þá tillöguna aftur. Hildur Rún Róbertsdóttir hefur óskað eftir að láta formennsku í fjölskyldu- og tómstundaráði tímabundið en mun sitja áfram í ráðinu. Fyrir liggur tillaga að í hennar stað verði Helga Jóhanna Harðardóttir formaður. Og enn orðið laust þetta. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessu fyrirkomulagi gjöra svo vel að réttu pent. Og það samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 4 næstur umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja. Fundur númer 379, liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. 5. dagskrárliðurinn, framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 287, liður 3, stórskipakantur, athuganir og rannsóknir, liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Ég les hér úr fundargerð ráðsins, orðrétt, formaður leggur til að stofnaður verði starfshópur til að fara yfir skýrsluna sem í verða formaður og varaformaður framkvæmda og hafnaráðs, 2 bæjarfulltrúar úr meirihluta og 1 bæjarfulltrúi úr minnihluta. Starfsmenn hópsins verða Brynjar Ólafsson, framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og Dóra Björk, hafnastjóri. Fyrir liggur tillaga að bæjarstjórn tilnefni þau Njál Ragnarsson, Eyþór Harðarsson og Jónu Sigríði Guðmundsdóttur bæjarfulltrúa í starfshóp til að halda áfram vinnu samkvæmt skýrslu stórskipakant, athuganir og rannsóknir. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru hlynntir gefi merki. Tillagan samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 4, málefni Vestmannaeyjahafnar, starfsmannamál liggur fyrir til umræðu. D-listinn bað þessa umræðu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vildi bara svona aðeins ræða þennan lið. Það svona eitt og annað í fundagerðinni svona þegar ég var að renna yfir þetta eins og maður gerir fyrir bæjarstjórnarfundi og að skoða þetta. Það var bara svona eitt og annað sem bara svona spurningar sem kom upp sem ég myndi vilja kannski aðeins ræða. Ef ég bara með leyfi forseta fæ að lesa bara upp afgreiðsluna á málinu.
hún er þannig að hafnarstjóri fór yfir umsvif hafnarinnar á næstu mánuðum og mönnunarmál. Ráðið þakkar yfirferðina. Ljóst er að þörf er á auknum mannafla vegna aukina umsvifa hafnarinnar. Ráðið óskar eftir því bæjarráð að veitt verði auka fjárveiting á árinu 2023 að upp að 8 milljónir til að mæta auknum kostnaði. Fjárhæðin skal fjármögnuð með eigin fé Vestmannaeyjahafnar. Kannski bara beina til fyrirspurning til bæjarstjóra. Kannski í fyrsta lagi, mér skilst að það hefur verið talað aukin þörf á mannafla vegna sumarstarfsmanna og vegna meiri umsvifa varðandi skemmtiferðaskip. Og þess vegna spyr ég, við fjárhagsáætlun gerð síðasta árs, lá þetta ekki fyrir, lá ekki þessi starfsmanna þörf fyrir og vissum en ekki af þessum fjölda skipa. Nú hefur náttúrulega sumarstarfsmenn væntanlega alltaf verið hér, það er náttúrulega auðvitað verið svo sem kannski ákveðin umræða varðandi, er þetta nokkuð við, viltu slaka þetta, það veitur ég, já, afsakið, ég byrst velvinningar á þessu, gott að ég er að trufla sjálfa mig bara, já. Þannig að ég vildi bara svona aðeins forutnast út í þetta og svo líka auðvitað hefur verið þessi umræða varðandi eins og skemmtiferðaskipin og annað og kannski það umræða sem að þarf að taka svona í kjölfarið, bara hvernig er okkar stefna með það að hvort að við séum á einhverjum tímapunkti komin að þolmörkum eða annað. En ég vildi kannski bara svona fyrst og fremst svona af hverju var þessi stað að koma upp, af hverju var þetta óvænt, mér skilst að þetta hafi þó ekki farið fyrir bæjarráð og hafi ekki þurft að gera það, en ég myndi kannski bara aðeins vilja meiri upplýsingar þennan lið. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Já, þetta fór ekki fyrir bæjarráða því að þau mál sem voru tekin í bæjarráði í dag, að því þetta er fundur sem tengist ársreikningi, eru bara þau mál sem varð að taka, til dæmis eins og jöfnunarsjóðurinn og ákveðin þættir sem verið að bíða eftir, en þetta mun fara fyrir bæjarráð næst, en þetta er ekki viðaukamál og mér skilst nú að bæjarfulltrúinn hafi verið búin að fá þær upplýsingar. En staðan er þannig að þetta er ekki bara umsvif sumarstarfsmanna. Það hafi verið langtíma veikindi sem hefur þurft að ráða inn í og viðkomandi, sviðstjóri eða framkvæmdastjóri nýr taldi sig þurfa að taka þetta inn vegna þess að þetta mun ekki hafa, það fylgja þessum auknar tekjur, þessum sumarstarfsmönnum og þessi harmonika hefur alltaf verið notuð. Hluti af því eru, skemmtiferðaskip, en það var ekki búið að staðfesta að koma alla skipana þegar áætlunin er gerð. Höfnin gerir sjálf sína fjárhagsáætlun en staðan er bara þannig að það er töluvert meira en sumarstarfsmenn inni og höfnin ekki frekar en bara Vestmannaeyjabær getur áætlað fyrir langtíma veikindum í þessu. Þannig að þetta er bara, og bæjarráð mun fá minnisblað sem ég óskaði eftir að því að ég eins og þú las þetta í fundargerð. Þannig að ég óskaði eftir þessu minnisblaði og það mun fara inn í bæjarráð en þetta er ekki viðaukamál, bara svo þessi sagt. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls þetta mál? Ef ekki, þá er umræðu lokið. Liður 6, verðskrá, efnissala á árinu 2023. Liggur fyrir til umræðu og ákvörðunar. Verðskráin er til ákvörðunar, til staðfestingar, en fyrir liggur breytingatillaga við hana sem ég ber upp áður en ég gef orðulaust. Hún er svo felld. Bæjarstjórn leggur til að gerða verið breytingar á verðskrá efnissölu með þeim hætti að ekki gildi sérstakt einingarverð innkaup bæjarsjóðs á möl og sandi. Þannig er jafnræði tryggt milli einkaaðila og opinbera aðila innkaup á möl og sandi. Orðið er laust þessa breytingatillögu. Það kveður enginn sér hljóðs og því ber ég þessa tillögu hér með undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir, gjöra svo vel að gefa merki.
og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 1-3 og liður 5 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 6, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3190, liðir 1-10 liggja fyrir til upplýsinga. Dagskrárliður 7, fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 370, liður 5, öryggi á skólalóðum, liggur fyrir til umræðu. D-listinn óskaði eftir þessari umræðu, Hildur Sólveig Sigurðardóttir Gjörsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég óskaði eftir þessu umræðu. Ég vildi kannski bara fyrst og fremst fá að bara þakka þær viðtökur sem að þessi tillaga fékk inni í ráðinu. Það kannski svona sem ég vildi koma inn á hér. Við höfum auðvitað verið líkt og kom fram við umræðum í fjárhagsáætlunargerð og kom fram líka við yfirferð endurskoðanda í hádeginu dag. Við höfum auðvitað verið að fjárfesta í leikvöllum. Við höfum verið að gera upp leikvölli hér við sveitafélagið og það eru auðvitað þegar við erum að stefna börnum og barnafjölskyldum inn á einhver ákveðin svæði að þá er það bara auðvitað svolítið á okkar ábyrgð að tryggja það að fólk sé öruggt á þeim svæðum, bæði að tækjum sé vel við haldið og það sé ekki einhverja slysagildrur en svo líka bara að umhverfið þannig sé þannig að það geti ekki orðið einhver slys eða þó svo auðvitað geti alltaf eitthvað komið upp á að við eigum svona að reyna að leggja okkur fram við það að koma í veg fyrir allt slíkt og þetta hefur verið gríðarlega mikið í umræðunni undanfarið þessi aukninga munntóbakspúða notkun og líka bara hvernig fólk er að farga þeim þannig að ég held að þetta sé bara gott að þetta komi í þennan farveg að reyna svona auka aðeins vitund þeirra auðvitað er þetta átt ekki vera kannski á hlutverki sveitafélagsins að tryggja það að menn séu svona að haga sér eðlilega með frágang á þessu en ef við getum miðlað einhverjum upplýsingum skaðsemi þess þá held ég að fólk kannski hugsa sér tvisvar þannig að allt sem við getum gert til þess að svona auka vitundavakningu hvað þetta varðar er bara mjög gott. Við fórum yfir það á fundunum að það var mál á Akureyri þar sem var leikskólabarn á leikskólatíma sem innbyrti eða 2 leikskólabörn sem innbyrtu slíka púða og fengu nikotín eitrun í kjölfarið. Þannig að það bara sköpust miklar og góðar umræður bæði meðal starfsmanna leikskóla, meðal starfsmanna fræðslusviðs og ráðsfulltrúa. Þannig að ég vildi bara þakka fyrir þær viðtökur og áhuga sem að málinu var sýndur. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál, svo er ekki. Þá tökum við fyrir 8. mál á dagskrá fundarins sem er fjölskyldu- og tómstundaráð. Vestmannaeyja fundur númer 289, liður 5, upplýsingar stöðu fjárhagsaðstoðar Vestmannaeyjabæjar, liggur fyrir til umræðu, minni hlutin bað þessa umræðu, Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta er mjög gleðilt mál sem mér langaði að fara þess yfir og lesa fyrir ykkur bara nokkra punkta þetta. Teymið í fjölskyldu- og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar náði á síðasta ári mjög góðum árangri við uppstokkun á kerfinu snýr að fjárhagsaðstoð bæjarins. Niðurstöðurnar eru ekki aðeins góðar hvað fjárhaginn varðar en kostnaðurinn lækkaði tæp 40% milli ára eða úr 37 milljónum 2021 til rétt rúmar 20 milljónir 2022. Heldur komust fjölmargir skjólstæðingar félagsþjónustunnar í mun betri úrræði. Byrjað var á að fara í ítarlega mats- og greiningavinnu á þörfum og getu skjólstæðinga. Í kjölfar var farið í öflugt atvinnuátak þar sem skjólstæðingar sem taldir voru vinnufærir fengu frekari stuðning við að komast í vinnu sem jók virkni þeirra og þáttöku í samfélaginu. Einnig hófst öflugt samstarfi við Vinnumálastofnun til að styðja enn frekar við þá sem voru í virkri atvinnuleit sem og þá sem voru með skerta starfsgetu. Samstarfi virk og geðheilsusystemi HSU var eflt varðandi þá sem voru að glíma við veikindin. Stutt var enn frekar við þá sem voru óvinnufærir við að sækja sér endurhæfingu eða komast á örorku ef endurhæfingar full reynd. Þjónusta skjólstæðinga var
þéttar í formi fleiri viðtala þar sem þeir voru valdeflir, sett upp áætlun með þeim varandi næstu skref og þeir fengu aðstoð við að setja sér skammtíma og langtíma markmið. Það ljóst að það mjög jákvætt að sveitarfélagið beiti sér í að efla atvinnuþátttöku og virkni í sveitarfélaginu og sé í virku og reglulegu samtali og samstarfi við þær stofnanir sem eru með úrræði sem kunna henta betur þessum viðkoma hóp. Þar má meðal annars nefna Vinnumálastofnun og geðheilsuteymið HSU. Þessi árangur sem fyrr segir ekki aðeins árangur fyrir budduna, heldur hér verið að strömlínulega kerfið og tengja það við önnur kerfi og stofnanir sem eru hluti af sameiginlegu stuðningsneti skjólstæðingana. Þegar maður horfir á niðurstöðurnar í þessu máli og úr því við vorum að ræða ársreikningin, velti maður fyrir sér hvort ekki sé full ástæða til þess að athuga hvort að önnur svið bæjarins skoði ekki hvort ekki með strömlínulaga enn frekar sína þjónustu við bæjarbúa leið draga úr kostnaði á álíka máta. Og með leyfi forseta langar mig að lesa bara örstutta bókun. Takkaði fyrir. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna þeim góða árangri sem teymið á fjölskyldu og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar náði á síðasta ári við uppstokkun og kerfi snýr að fjárhagsaðstoð Vestmannaeyjabæjar. Eða bæjarins, afsakið. Niðurstöðurnar voru ekki aðeins góðar hvað fjárhaginn varðar en kostnaður lækkaði tæp 40% milli ára eða úr rúm 37 milljónum árið 2021 í rétt rúmar 20 milljónir árið 2022. Heldur komust fjölmargir skjólstæðingar félagsþjónustunnar í mun hentugri úrræði. Er að ræða samstillt atvinnuátak sviðsins við HSU, Vinnumálastofnun og VIRK. Þennan góða árangur má taka til fyrirmyndar við áætlanagerðir í framtíðinni hjá Vestmannaeyjabæ en á nokkur svafa hægt að taka til innan sviða lágmarka kostnað og streymilega þjónustu við bæjarbúa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá tökum við fyrir 9. dagskrálið þessa fundar. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 380, liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. 10. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3191, liður 1 liggur fyrir til upplýsinga. 11. Það að segja dagskrármál 11. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3192. Þar eru liðir 1-3 til umræðu en ég geri ráð fyrir að fyrsti liðurinn, það að segja ársreikningur, að umræðum hann að þær séu tæmdar en orðið þá laust liði 2 og 3. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar aðeins að koma einn upp út af lið 2 í fundagerðinni sem varðar breytingu á kerfi jöfnunarsjóðs og bæjarráð, við fórum vel yfir þetta í bæjarráð í dag og erum að klára að ganga frá umsögn inn í samráðsgáttina og það sem ég langar bara að vekja athygli á er að það verður að gera kerfisbreytingar sem eru svona, það verður að blanda saman, það verður að taka fasteignaskattsframlagið sem var sett inn á sínum tíma til þess að jafna það þegar fasteignagjöld í sveitarfélögunum voru tekið niður, að það var tekjutap sveitarfélaga sem voru með lægra fasteignamat bætt upp með þessum sjóði. Þannig að hann hefur ekki með tekju- og útgjaldajöfnunarframlagið að gera. Þannig það að setja þetta öll þessi 3 framlög í einn pott og búa til nýja nálgun er að hafa gríðarleg áhrif á okkar sveitarfélag. Og það eru mjög mörg sveitarfélög sem að gagnrýna þetta fyrirkomulag og þetta er meira heldur en að breyta úthlutunarreglum og svona. Þannig er í rauninni þessi hópur sem beður að fara yfir regluverkið. Hann er að gera kerfisbreytingu sem er stefnubreyting vegna þess að þetta var byggðaraðgerð. Og við munum gagnrýna það sem verið að taka þetta framlega inn og svo er það bara líka annað að ekki það kannast enginn við það sem að við höfum rætt við. Starfsfólk sveitarfélagsins hefur fundað með þeim sem komu að smíði þessa nýja reiknilíkans og ég fór á kynningafundin sem var fyrir sveitar og bæjarstjóra og þeir kannast ekkert við það sem að æbra okkur þegar við listum upp núverandi fyrir framlög og það sem verður með þessum nýju reglum nótabenni það að taka 4 ára að taka gildi ef þetta næri gegn að það er nánast þannig að þau sveitarfélög sem reka sig í gríðarlega miklu tapi og hafa sameinast, þau eru öll að fá gríðarlega fjárhæðir. Þau sveitarfélög sem hafa verið réttum megin við núllið og með góðan rekstur er að tapa framlögum.
og svo auðvitað það sem að margir rífast og mörg sveitafélög hafa kvartað yfir að nú má ekki innan gæsalappa, jú, við megum það, en við töpum líka framlögum ef við erum með lægra útsvar og það að hafa líka mikil áhrif. Þannig mér og bæjarráð var sammála mér það í dag að við erum ekki hrifin af þessum breytingum. Það eru auðvitað liðir eins og það að vera komin til móts við Reykjavíkurborg gagnvart erlendum börnum sem náttúrulega ákveðið sanngirnismál, en aðri liðir og aðra breytingar sem verið að gera, við munum mótmæla þeim og ég legg til að bæjarstjórn taki undir bókun bæjarráðs í dag, að því það er mikill styrkur í því þegar við sendum inn umsögnina að bæjarstjórn sé á bakvið hana og þið eigið öll að vera með fundagerina, þannig ég legg það til að það verði bók, hún á að vera en ok, við kannski því ég er ekki með síma minn, ég fæ kannski forseta til þess að við getum lesa upp bókunina, já, fæ forseta til að gera það. Og hvar finn ég þetta nú? Eða ég get líka bara náði í síma minn, beðið afsökunar. Gjörðu svo vel. Já. Er þetta ekki á netinu? Þetta er á netinu bara. Og bara netið strax eftir hádegi. Með leyfi forseta, þá er þetta niðurstaðan, það er innbókun auðvitað varðandi sjóðinn og skerðingarnar sem eru yfir 180 milljónir eins og staðan í dag. Bæjarráð mótmæli tillögum innviðaráðherra endurskoðun og regluverki í jöfnunarsjóðs sveitarfélaga með þeim hætti sem fyrir liggur í samráðsgátt stjórnvalda. Sérstaklega mótmæli bæjarráð breytingum á fasteignaskattsframlögum. Með þessum aðgjörum verið að gera breytingar á grundvallarskipulagi jöfnunarsjóðsins, þvert á það sem haldið er fram í skýrslu starfshóps endurskoðun og regluverki og í frumvarpi innviðaráðherra. Og svo það bæjarráð felur bæjarstjóra og framkvæmdastjóra og stjórnsýslu og fjármálasviðs að útbúa umsögn með breytingum og mótmælum á þeim nótum sem ofan greinir, að því það er líka í innganginum, en bara svo það sé sagt hér að þá mun það verða sent líka bæjarráð til samþykktar, endalega umsögn, en ég myndi óska eftir því að bæjarráð tæki undir þessa niðurstöðu bæjarstjórn fyrirgefið. Orðið er laust þetta mál. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá gerum við það hér með að tillögu okkar að við bæjarstjórn taki undir bókun varðandi þetta mál sem samþykkt var í bæjarráði í dag. Þeir sem eru samþykkir því, gjöru svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er dagskrá þessa fundar tæmd. Til næsta fundar verður boðað 5. 4. maí klukkan 17 og þá fer fram seinni umræða ársreikning fyrir árið 2022. Þessum fundi er slitið.